Til máls tekur háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, við ræðum hér tillögu vantraust borna fram af þingflokki Sjálfstæðismanna. Það að ekki séu aðrir flokkar á tillögunni veikir hana og leið og það segir ekkert til afstöðu annarra flokka eða þingmanna til vantrausts á sitjandi ríkisstjórn. Tímasetning tillögunnar ber að mínu viti vott ráðaleysi vegna erfiðleika innan Sjálfstæðisflokksins og tímasetningin er röng að mínu viti. Allar líkur eru á því að ríkisstjórnin standi á sig tillöguna og þá verður Sjálfstæðisflokknum þakkað fyrir að framlengja líf hennar. Herra forseti, ræða hæstvirts forsætisráðherra var ræða þess sem ekki er í sambandi við fólki í landinu. Forsætisráðherra hlustar augljóslega ekki á þær þúsundir sem farið hafa landi brott, að missa heimili sín, eru atvinnulausir. Forsætisráðherra í slíkri stöðu þarf að víkja. Hver man ekki eftir dómsdagsspám ríkisstjórnarinnar varðandi Icesave? Þjóðin hafði vit fyrir ríkisstjórninni og nú þarf þjóðin að fylgja því eftir. Ríkisstjórnin er löngu komin á endastöð og í raun ljóst að hún átti aldrei að leggja upp í þá ferð sem hafin var, enda hluti meintra stuðningsmanna hennar með fyrirvari raun við samstarfið. Vinstri-hreyfingin Grænt framboð, nokkrir þingmenn hennar, voru með fyrirvara vegna aðildar umsóknar við Evrópusambandið. Þessir fyrirvarar við samstarfinu hafa reynst erfiðir fyrir marga þingmanninn því forystumenn Vinstri grænna hafa hlaupið frá sínum helstu kosningaloforðum til þess eins að tryggja sér sæti í ríkisstjórn, líklega vesturríkisstjórn allra tíma. Hæstvirtur forsætisráðherra nefndi hér ævintýri áðan litlu gulu hænuna. Mér þótti ósmekklegt að hæstvirtur forsætisráðherra að draga þetta fallega ævintýri inn í þessa ræðu. Ég vil hvetja hæstvirtur ráðherra til að kynna sér ævintýrið Úlfur. Forsætisráðherra og þingmenn stjórnarliðsins hafa kallað hér Úlfur hvað eftir annað út af Icesave öðrum málum. Ég hvet til að kynna sér þetta ævintýri. Virðulegi forseti, Samfylkingin er einsmálsflokkur og því má ekkert spilla vegferðinni til Evrópusambandsins. Menn eldar loga í samfélaginu er birt fyrir glugga stjórnarráðsins með bláum stjörnuprýtum fána þeirra sem kúguðu okkur Icesave-málinu. Ætla þingmenn Vinstri grænna að halda áfram Evrópugöngunni þvert á gefin loforð. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur er ríkisstjórn glataðra tækifæra. Vonbrigðin eru mikil því ekki hefur tekist að nýta þau tækifæri sem nánast eru allt samfélagið. Ríkisstjórnin hefur ekið á stefnu að huga fyrst og fremst að fjármagnseigendum og að halda friðinn við svokallað alþjóðasamfélag. Trúverðugleikann vantar í þessa ríkisstjórn. Ríkisstjórn sem gerir skattkerfið óskiljanlegt og hótar aukinni skattheimtu hrekur frá sér þá sem vilja leggja lóð á vogarskálarnar til að koma atvinnulífinu af stað. Forsenda velferðar er atvinna. Forsenda atvinnutækifæra er lífvænleg umgjörð. Íslendingar bjuggu við það þegar hrunið varð að hér var búið að byggja upp gríðaröflugt velferðarkerfi. Velferðarkerfið það óx ekki og varð ekki til nema fyrir þá staðreynd að hér var öflugt atvinnulíf sem skilaði tekjum í ríkiskassann. Vinna, vöxtur, velferð var eitt sinn slagorð Framsóknarflokksins, herra forseti. Það slagorð er líklega einfaldasta og skýrasta hagfræðikenning sem sett hefur verið fram. Því miður hefur núverandi ríkisstjórn ekki skilið þá kenningu. Ísland á bjarta framtíð framundan ef við höldum vel á okkar málum. Við eigum sjávarútvegsauðlindina sem er enn okkar helsta atvinnugrein. Sjávarútvegurinn getur ennþá og áfram orðið undirstaða velferðarinnar ef við gætum þess að umgjörð greinarinnar sé traust og afgjald til samfélagsins er sanngjarnt. Til þess megum við ykkur nokkurn hátt glata forræði hennar. Við höfum íslenska landbúnað sem er einstakur og þar verðum við að gæta sérstöðu og fæðuöryggi landsins. Við megum ekki búa þannig hnútana að við þurfum að reiða okkur innflutning á matvælum þegar skortur er á þeim víðum heim. Við eigum íslenska vatnið sem við nýtum til orkuframleiðslu og neyslu. Vatn er gríðarleg auðlind sem okkur ber að nýta á skynsaman hátt og sátt við umhverfið. Við verðum að hafa framtíðarsýn í orkunýtingu sem er trúverðug fyrir þá sem hafa fjármagn og getu til að borga fyrir aðgang að þeirri auðlind. Vatn drykkjar skortir víða og þar eru miklir möguleikar. Við höfum gríðaröflugan iðnað, stóran og smáan, þar sem tækni og þekking fær að njóta sín. Síðast en ekki síst vil ég nefna íslenska mannauð sem er afar eftirsóttur. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur mistekist að hlúa að þessum mannauð. Þess vegna hafa aldrei fleiri flust frá landinu, flust frá Íslandi, því mannauður þeirra er ekki metin að verðleikum. Tækifærin verða vel til staðar fyrir þetta fólk, þau eru það ekki í dag og á því það ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur að axla ábyrgð. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur brugðist fyrir vinnandi stéttum því óvissan atvinnu þess hefur sjaldan verið meiri. Það er óvissa á vinnumarkaði, óvissa rekstur þjóðarbúsins, óvissa sjávarútveginn, óvissa orkuöflun, óvissa umhverfi fyrirtækja, óvissa fjármálakerfið og svo framvegis.
Herra forseti, þetta er óásættanlegt. Ríkisstjórn sem hefur enga sýn nema að ganga erlendum ríkjabandalögum á hönd í vonum að þá séu vandamál hennar leyst á að fara frá. Ríkisstjórn sem lítur fram hjá miklum vanda íslenska heimila á að fara frá. Ríkisstjórn sem rýrir kjör lífeyrisþega þannig að þeir eiga vart í hnífs og skeiðar á að fara frá. Ríkisstjórn sem hefur mistekist að koma sátt í samfélaginu hlýtur að þurfa að víkja. Ég fullyrði, herra forseti, að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur sett met í spillingu, ráðningu, vina og kunningja. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur einkavæddi bankana í annað sinn og hefur ekki hugmynd um það hverjir keyptu. Ég vil fá að vita það hjá hæstvirtri ríkisstjórn, hverjir eiga íslensku bankana í dag. Íslensk heimili súpa seyðið af stærsta bankaráni sögunar. Ríkisstjórnin hefur brugðist íslenskum heimilum með því að draga á lengi að bregðast við, koma með óviðunandi lausnir, flækja þar lausnir og mikið. Framsóknarflokkurinn flutti metnaðarfullar og efnismiklar tillögur hvernig mætti endurreisa hagkerfi landsins og bjarga heimilunum. Þeim tillögum ýtti ríkisstjórnin út af borðinu. En hvað hefur komið í ljós? Nú vilja allir Lilju kveðið hafa. Herra forseti, þannig er það nú bara. Nú viðurkenna flestir að réttlátast, einfaldast, fljótlegast og líklega ódýrast hefði verið að færa niður lán heimilana með almennri aðgerð. Og því segi ég, herra forseti, svei ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur fyrir að hunsa slíka tillögur eingöngu vegna þess hvað þær komu. Slík pólitík var síðast rekin á Íslandi þegar sjónvarpið var í svarthvítu. Virðulegi forseti, þrátt fyrir að ég telji það komin hörðustu átt að Sjálfstæðisflokkurinn leggi hér fram vantraust, þá er ferill þessar ríkisstjórnar slíkur að ekki er annað hægt en að samþykkja þá tillögu. Ríkisstjórn sem hefur nánast frá upphafi verið með það sem eitt helsta mál að halda völdum verður að fara frá. Ríkisstjórn verður að vera leiðandi í því að tala kjarki sína þjóð og tala hennar máli. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur ekki gert það. Það er ekki nóg að berja sér að brjóst og tala um tiltekt og hreinsanir þegar það er augljóst og það er verið að sópa hlutunum undir teppið. Frú forseti, ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur ferðast úr landið og lofað bótabetrun. Hún er einhver svo skrýtnasti ferðasirkus sem komið hefur til landsins. Frú forseti, við þurfum nýja ríkisstjórn sem er tilbúin til að horfa til framtíðar.